Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, Rauðaborðið heldur áfram. Til mín komin Ásta Logadóttir sem verkfræðingur og lýsingasérfræðingur. Ertu velkomin. Takk. Herðu, ástæð þess að ég bað að koma svo að ég rakst á grein sem þú hefur skrifað ljósvist í íbúðum. Já. Og að lesa hérna greinina þína, þá bara víða pottur brotin. Það eitt eftir, það eru margar íbúður sem að hafa mjög skert ljós, er það ekki? Jú, það passar. Þessar nýju íbúðir, þær eru sem sagt á þéttingarreitum. Já. Það engar kröfur og við erum byrjað að þétta án þess að taka tillit til dagsljós. Já. Og þar að leiðandi erum við bara með fullt af íbúðum sem eru ekki með góð skilyrði fyrir dagsljós íbúðan. Já. Og erum að byggja svoleiðis. Já, við erum að gera það og við erum ennþá ekki komið með neitt sem passar upp á að það gerist ekki. Þannig að það er skilin sem við búum við í dag, Já, við erum hérna með myndir sem ég tók bara í gær við orkureitin. Já. Það sem orkuhúsið gamla og þarna, þetta bara mjög þétt og annað líka ef við sjáum íbúðnar hérna á þessi græna húsinu og húsinu þar við, að þetta snýr bara í hánorður. Já. Allir þessar íbúðir taki bara alla hæðinni, ég efast það. Í rauninni það sem maður þarf að spá í þegar maður skoða dagsljósin í íbúðum, þá til dæmis norður svolítið vanmetin átt, bara svona almennt, af því að það svo þægilegt, maður þarf ekki að vera að stýra, sólin eins og hún æðisleg, og þetta hún líka verið til ama, og en í norður átt þá það síður svo allavega á Íslandi, og þannig að fá stóra glugga til norðurs, það getur bara verið svona stabíl, góð dagsbirta þegar hún til staðar, þannig að það í rauninni, mínum að þá þetta svona vanmetnustu gluggar sem við höfum á Íslandi, en það að sjálfsögðu þá erfiðara að uppfylla þessi í rauninni lágmarks þörf sem við höfum fyrir dagsljós til norðurs, af því við fáum einmitt ekki þetta frá beinu sjólarljósi. Þannig að það þetta kostur og gallar, en í þessu tilfelli þá það sem aðalega til norðurs þarna á þessari mynd, það ef það ekkert sem engin fyrirstaða, þá það dásanlega, með gott útsýni og beint aðgengi að dagsljós, bara alveg, það ertu bara með kremdala krem, og eins og þarna, það ekki engar svalir, þannig að ekkert að hindra, þannig að þarna ertu með í rauninni, flott, það innbyggðarsalir? Jú, það innbyggðarsalir, ok, það svolítið annað mál, innbyggðarsalir nefnilega, það stela ljósinu fyrir rýmin sem fyrir innan. Þannig að ef þú ert með innbyggðarsvalir, þá dagsljósið á svölunum, en svo ertu búin að í rauninni bara taka rosalega mikið af ljósinu, þannig að rýmið sem fyrir innan þessar innbyggðarsvalir, það verður ekki bjart. Sérstaklega ekki að það mjög djúpt, það rými. Þannig að það eitthvað sem við þarfum að spá í. Byggingamestari sem var að lýsa því fyrir mér að hann byggði hús sem að ég átti íbúð í og þar voru utanliggjandi svalir. En svo eru 3 aðra blokkir hérna, þær eru með innbyggðar. Og þá var hann að segja að aðalmálið, segir hann, það er það að þú gangir að gluggunum og fáir þannig útsýnið þitt. En ekki þú að fara út til að fá útsýnið. Akkurat. Það er kannski, þetta er ágætt rök. Já, og það er sama með ljósiðið mitt, bara það, leður byrja að byggja, og djúpir veggir sem hindra aðkomi dagsljósins, þá ertu bara missa, og sérstaklega þú ert ekki með ljósari fleti, til dæmis eitthvað svona mjög ljósa eða hvíta fleti, þá allavega eitthvað endurkast, en þú ert samt sem áður alltaf að draga rosalega mikið úr magninu af dagsbirtin sem kemst þarna inn, fyrir innan. En það ekki rétt að þetta hefur aukist talsvert með þessu þéttingu byggðar víða, að það hefur aukist að það ekki tekið tillit til eins nauðsynlegs hlutar og eins og birtunar.
Já, sko, við í rauninni fórum á stað að þétta byggð sem virkilega af henni góða, gott að þétta byggð, en við bara glemdum að skoða dagsljósið. Og það er bara, við fengum bara fallengun fyrir það og bara erum bara svolítið að súpa seiði af því. Þannig að og við erum ekki ennþá byrjuð að taka tillit til dagsljósins. Þannig að það þessar nýbyggingar, þá er á þéttingareitunum, að þá það í rauninni þannig að það hluti af íbúðum sem að mun vera mjög góðar, sem eru efstu hæðirnar og sem eru með ekkert eins og þarna Suðurlandsbrautina bara opið svæði, Laugardalinn fyrir neðan, æðislegt, bara og Esjan og allt það sem akkurat, já, með bara Akrafjallið og allt. Já, dásamlegt, sko. En svo erum við með bara aðra hluti þar sem að það er ekki þær aðstæður, við erum kannski bara með byggingu sem bara 5 hæðir pluss og það bara nokkri metrar í þá byggingu. Þannig að það er vandamálið okkar, sko. Og það ekkert sem passar upp á þetta því að byggingarreglugerðin okkar passar ekki upp á þetta, skipulagið eins og passar ekki upp á það. Þannig að við erum bara eins og ennþá andan dag í dag, þá erum við bara með kjör aðstæður til þess að klúðra málunum og við erum bara að því. Og stöndum okkur vel í því. Já, við stöndum virkilega vel í því að klúðra málunum. Já. En svona samaburð hvernig annarstæður, öðru löndum heldur að það sé nánast bara frjálst? Nei, það er svo sannarlega ekki frjálst. Ekki svona eins og, við erum með bara gömlu regluna sem hinir föttu að vera ekki að virka þegar maður byrjaði þetta byggð. Þannig að við sindum bara uppi með það, þannig gamla þumaputtareglu sem hinir notuð þarna 1960, 70, eitthvað svo leis. Við bara sittum ennþá með þá reglu á meðan að hinn Norðurlöndin, þau eru öll farin að reikna hlutfall dagsljós inn í byggingum á einn eða annan hátt. Það eru mismunandi aðferðir sem fólk er að nota, eða löndin eru að nota, en svona stefnir í að það kom dagsljósa staðall evrópskur 2018 og Danmörk eina landi sem hefur svona tekið það til sín en þann dag í dag, en það stefnir í að hinn Norðurlöndin gerir það líka. Það verið að vinna hægt og rólega í þá átt, sko. Það allavega notið sömu aðferðina, það auðveldar okkar að geta. Það svolítið dýrkeypt fyrir okkur. Þetta það nefnilega. Þú kannski velja eftirsóttar lóðir til þéttingu byggðar og gleyma að taka tillit til bara hvernig að eiga heima þar. Já. Og núna það, staðan núna þannig að byggingaverktökum gengur bara illa að selja. Já. Og þá erum við yfirleitt alltaf að tala um að það er ekki nægt bílastæði sem eitt svo sem, en þú ert komin inn heima þar. Það skiptir meira máli og mestu máli. En þetta er við erum að fjölga íbúðum sem eru óvistvænar. Já. Og máli er að því það var svo mikil vöntun til að byrja með að þá seldist eiginlega hvað sem var og þar að leiðandi þá var samtök innræðin sem mátuð það sem svo fyrst þetta að seljast, þá eru gæði nógu góð. Ég hjá eftir þessu og en það bara passar ekki þegar vöntunin er gífurlega mikið, þá kaupir bara næstum hvað sem er. En núna er komið aðeins meira frambóð greinlega og þá vill fólk fara að fá ykkur gæði og fá eitthvað fyrir peningin. Og þá erum við bara að sjá að við erum með gífurlega mikið magn af íbúðum sem að ég persónulega myndi ekki velja mér að kaupa ef ég var út að skoða núna. Af því að ég myndi bara vilja fá aðstæður þar sem að ég get átt gott líf inn í íbúð. Þetta snýst í rauninni bara að fyrirbyggja sjúkdóma af því að við erum að bara, við fáum nóg mikið ljós til þess að hafa góð áhrif á
dægursveiflurnar okkar þegar dagsljós er á nógu góðum skammti ekki eins og núna, við þurfum aðeins meira rafljós akkurat núna á þessum árstíma en dagsljósið er alltaf langbest þannig að okkur langar að hafa góðar íbúðir sem að hafa góð skilyrði fyrir dagsljós innandyra þannig að við getum verið inni og sérstaklega líka fyrir eldra fólki okkar sem kemst minna út og svoleiðis eitthvað, maður er veikur og svoleiðis bara það þarf maður að hafa aðgengi að dagsljósi innandyra því líka það bara svo mikið kalt hjá okkur og svoleiðis en svo er þetta líka umhverfið í kringum byggingarnar okkar þú veist, þegar við byrjum að byggja svona hátt og svona þétt þá erum við að búa til í rauninni bara svona skuggasund út allt og það þýðir að það er ekkert sérstaklega huggulegt að fara út að labba alltaf í skugganum og í trekkinum sem er hérna í Íslandi þannig að það hvetur okkur heldur ekki til þess að fara fótgangandi til þess að fá þá dagsljósið sem við þyrftum sem var alltaf langt best að fá það utandyra sko, fara bara í hálftíma göngutúr úti það er bara virkilega, það virkar jafnvel eins og að taka þunglyndislyf þannig að við á Íslandi sem tökum alveg heimsmeistar já, við erum virkilega góði að bryðja þunglyndislyf þá getum við bara í rauninni farið út í hálftíma göngutúr yfir bjartasta tíma dagsins þannig að þú veist klukkan, ef við getum verið úti þarna í hálftíma í kringum 1:30 á daginn á þessum árstíma þá er það eitthvað sem gerir okkur virkilega gott og ættum allir að gera allir sem geta að ganga sem mest það er góði göngutúrar eða fínir tala nú ekki fyrir okkur sem hefum hunda nei það er en sko þetta virkar þannig að þetta hafi eins og þú segir þetta hefur verið svolítið svona frjálst hvernig þið byggja þetta og hvernig íbúði snú og annað það bara gerir það en svo er það, sko, þá sitjum við uppi með þetta. Já. Þessi hús verður ekkert brotið niður. Og svo lækkar verði kannski að þessi neða dregur í húsunum því að þá er það bara orðið bara skuggi bara alla daginn jafnvel, sko. Já. Bara aldrei dagsbirta. Ekki óhindruð. Akkurat. Já, þú veist, það er í raunin, en ég er ekki að sjá að það sé að skila sér í verði eins og eina sem ég held að svona eitthvað að skila sér í verði það er útsýni. Já. Í dag er það eini innivistarþátturinn sem er eitthvað verðmetin og það er þá útsýni. En og það hangir aðeins saman með dagsljósinu að sjálfsögðu, að því lengra sem þú hefur útsýni því meira dagsljós líka, sko. En það er ekki í dag verið að meta í rauninni innivistarþættina sem eitthvað sem er sko, krónur og aurar komið á, sko. En skipta, sko, eins og þú skrifar þetta skiptir verulega miklu máli. Þetta gerir það nefnilega. Þetta er heilsan okkar sem er að veði og í rauninni þá erum við að koma, þetta er fyrirbyggjandi. Við erum og í rauninni af því að ef að við erum bara fyrir að loka okkur af inn í litlum myrkum kompum, þá erum við bara að fara að vera þunglindi, við erum ekki að fara að fá góðan svefnvenur, það er svo margt sem að þarna er, framleiðinni, þetta er bara allt, bara, við þurfum bara að fá góðar umhverfisaðstæður til þess að þrífast, við erum bara dýr, við erum bara, og þannig að við þurfum gott umhverfi, það þýðir ekki að vera að tróða okkur, ég meina, það er að berjast fyrir réttindi, þú veist, kjúklinga og svína, þú veist, bara, við þurfum bara líka að berjast fyrir okkar réttindum sem manndýr, sko, þú veist, þetta er bara, við erum bara hreinlega komið þangað. Já, við séum að fara þannig með hluta á okkur. Já, í rauninni, sko, þú veist, þetta er bara, við þurfum bara að fara að hugsa okkur. Það er eitt í þessu, sko, að þetta er svona meira núna þéttingareitum, en áður fyrir voru mjög mikið kjallaríbúðir. Já. Og þú nefnir þær líka. Já, akkurat. Þar voru, og það kom breyting í byggingarleikinu þar sem var komið veg fyrir að gera kjallaríbúðir. En málið er að núna erum við bara farin að færa þessar kjallaríbúðir bara upp á efri hæðir af því að skilurinn er orðin þannig. Þú veist, við erum alltaf komið 8 hæða byggingu bara nokkrum metrum frá og þá er það bara sömu skilurinn eins og voru eða jafnvel verri í einhverju tilfellum, sko. Og sá sem fyrir er á enga rétt í þessu? Nei. Það bara verður alveg svo ykkur var deilt, sko, að þú getur ekki keypt útsýnið. Nei.
átta ekkert. Nei, nákvæmlega. Það svipað það með þetta. Já. En maður getur náttúrulega tekið tillit til skipulag. Sko, ég veit það er að vinna að, þú veist, að þessu að við förum að hugsa betur þetta. Já. Ég veit það liggur fyrir, sko, ég meina, Svandís, hún bara tók sér til og hendi í samráðsgátt, tillögum að breyting á byggingarreglugerð og það komi bara 9 umsagnir sem voru bara allar mjög jákvæðar. Þannig að það er til alls til þess að fara að taka þessu alvarlega og fara að passa upp á ljósið inn í byggingunum okkar. En það er eins og það strandar alltaf ykkur stöð. Það er einhvað sem er að halda aftur að ykkur þarna. Af því að þetta Inga, þegar hún var bara til í að bara hendur sinn strax. Hún ennilegst bara mjög vel að fá dagsljósin í byggingarnir okkar. Sérstaklega eftir græna gímaldið var í umræðinni fyrir ári síðan. Þú veist, þá var sem þetta... Sem hillingur. Nákvæmlega, og bara dæmi. En málið er bara að græna gímaldið er víða. Já. Það bara eru gluggar í staðin fyrir bara grænt veggur, sko. Þessi hlutföll eru bara út allt á þéttingarreitum og á leiðinni á fleiri, sko. Já, meina það. Já. Þetta er bara íktasta myndin. Já, þetta er bara... Og jafnvel ekki eða hvað? Nei, þetta er bara orðið, þetta er að fara að verða nýja normið, sko. Já, ég las grein eftir ágætt arkitekt Hilmar Þór Björnsson. Já. Já, hann fór og græna gímaldið sem hann finnst eins og allum öðrum afspyrnuleg bygging. Já. Svo kemur gula gímaldið þarna sem að bílanust er að byggja. Og það er jafnljótt, segir hann, sko. Já. Og svo kemur hann að Garðheimum, þann er arkitektur. Já. Þann er hús. Já, nákvæmlega. Já. Og reyndar hinum við Reykjanesbrautina, þar eru svona kassabyggingar stórar. Já, akkurat. Við höfum farið svona í þessa gámabyggingar nánast eins og til dæmis í þessu já, því er þessi mynd sem er birt með þessu. Já. Og við erum með líka náttúrulega af orkureitnum. Já. Að það er Það er alltaf verið svolítið einsleitt hjá okkur, það er alveg rétt. En sko, já. Þetta er ekkert, þessar teikningar eru ekkert fínar, sko. Sko, það sem að mér finnst líka áhugavert er, þú veist, eitt er að hvernig þetta lítur út utan og eitthvað, þú veist, bara, og það er náttúrulega Hilmar miklu betur til þess fallin að meta það heldur en ég, því ég er ekki arkitekt. En en málið er að það sem ég horfa á, það er, þú veist, það er ekki bara einslætta utan, það er líka einslætta innan. Þú veist, við erum komið með, þú veist, í rauninni, ég er í hópi sem heitir Híbýlaauður og þar erum við að skoða, í rauninni, bara gæði íbúða. Og þá vorum við kuppum upp bara í rauninni svona típiskar íbúðir, hvernig það líta út. Og vorum við það á Hönnunarmars fyrir, hvað er það, allir komin 2 ár síðan núna. Og það var svo áhugavert, þú veist, þetta er þessir íbúðir sem eru núna í þessum þéttingarreitum, þær eru alltaf svo keimlíkar, þær eru mjög djúpar. Og það er mjög slæmt fyrir dagsljósið, því dagsljósið kemst bara cirka 4 metra inn fyrir glugga. Og svo er þetta eldhús, það er búið að færast svona alveg frá glugganum, þannig að það er bara komið þarna inn í endan á rýminu, þannig að það eru allir hættir að geta eldað með einhverju útsýni eða vaskað upp og dúlla sér með því að njóta útsýnisins þarna í svona tegund af íbúð. Þetta hvetur ekki beint til þess að við séum að elda okkur hollan mat. Þetta hvetur mann frekar til, þú veist, í staðinn fyrir að standa í myrkrinu þarna lengst inn í íbúðinni, að þá er bara þægilega bara að panta sér eitthvað að fara eitthvað út, sko. Þú veist, bara því þetta er ekkert vinnuaðstöður sem þið langar til þess að dvelja í langan tíma í myrkrinu þannig. Á meðan að áður fyrir þá var lögð mikil áhersla á að þú veist, gluggar í eldhúsum og þetta er eitthvað sem var í Danmörku kom inn í byggingarreglugerðina hjá þeim, sko, hvað var það, cirka 2011-12 eitthvað svo leiðist, þá allt í einu var bara sett inn, þú veist, það þurfa að vera gluggar í eldhúsum og það er bara af því að það á bara hveti fólk til þess
að vera að vinna þar og hugsa þetta heilsan svo margþætt, þetta ekki bara ljósið, en hvernig getum við líka nota ljósið til þess að hvetja til þess að við fáum bara fleiri góða þætti inn í lífið okkar, eins og til dæmis hollan og góðan mat sem okkur finnst gaman að dunda við í góður dagsljósi Þetta breyst í eldhúsinu við bara komin inn í stofu? Nákvæmlega. Svo við, í rauninni þá hægt að búa til íbúðir nú segi tiltölulega djúpum einingum, yfirleitt ekki ráðlegt að fara dýpra en 12 metra. Ef maður að skoða íbúðir og það kjarnarnir eru meira en 12 metrar, þá skal maður virkilega fara að passa sig að skoða hvernig uppröðunin á rýmunum. Af því að þessi 4 metrar eru svona þumabuttaregla, ljósið inn í íbúðina frá glugga, og þá kjarnin hérna í miðjunni, því dýpri sem þú komin með kjarnan, því meiri plássertu með sem bara ekki með neina dagsbirtu inn í íbúðinni og þar með talið þá þessi klósettin eru mjög oft sett þarna í miðjuna sem náttúrulega það er með góða loftrýstingu, þá það kannski allt í góðu og allt þannig en þetta ekki, það þarf að spá svo mikið í rauninni, bara uppröðunni inn í þessu hvernig íbúðin er sett upp En annað sem að ég las líka hérna í greininni, það næturnar. Já. Það skiptir miklu máli að sé eins dimmt og hægt Já. Það ekkert vandamál núna, en á sumrin það svo sannarlega vandamál og þá þurfum við bara að draga fyrir allt og við þurfum að sofa með helst bara með næturgrímur svona. Það er bara virkilega af henni góða. Já, það er bara mjög gott fyrir okkur. Svefni verður eitthvað dýpri? Já, þetta sem sagt, í rauninni þetta er þessi melatonin framleiðsla sem við erum að hafa áhrif á með ljósinu. Þannig að það er gott að fá mikið af ljósi fyrir part dags og það er rosa gott að koma ofan, eins og himinin fyrir ofan okkur, þá viljum við fá það bara hérna og að því við erum með nema í augunum sem liggja neðan til sem að nema þá ljósi sem kemur þarna ofan. Það er endar mjög áhugavert af því það eru margir sem að kaupa sér eitthvað svona lampa til þess að hafa áhrif á í rauninni vörn gegn þunglindi og svo leys á þessum árstíma. Og margir þessar lampa, þeir eru staðsettir niðri og þeir lýsa þá upp og þar alvegandi, eru þeir að hafa minni áhrif heldur en ef þeir eru að vera staðsettir uppi og af því nemarnir okkar liggja niðri. Þannig að það er í rauninni, þetta er bara smá útutur, en allavega við viljum fá sem sagt bara ljósið að ofanverðu. Náttúrulega ljós. Dagsljósið er náttúrulega best, það er bara mest og best og líka við fáum svo mikið af því, fáum ekki aldrei jafn mikið og jafn þægilegan hátt með raflýsingunni. Raflýsingin er svo sannarlega við háð henni hér á Íslandi og raflýsing getur gert rosa góða skemmtilega hluti en heilsufarslega séð þá er langt best að fá dagsljós og fá það sérstaklega fyrir part dags. Þá erum við bara að segja við líkamann nú erum við vöknuð, nú er bara má aktivera allt, við ætlum að verða aktív yfir daginn og lifa góðu lífi basically, og en svo á kvöldin þá þurfum við að passa okkur svona 2 tímum fyrir svefn, þá viljum við ekki vera með þessar aðstæður. Þá viljum við fara að undirbúa svefnin okkar, en þá viljum við fara að kveikja svona lömpum eins og þú ert með hérna, myndum til dæmis ekki vilja vera með þetta sem við erum með hérna framan í okkur núna. Við viljum bara hafa eins lítið ljósa hægt er, bara að gera kósí og sjá hvert maður er að fara og hafa hugulegt og þannig, en við viljum alls ekki vera að fá mikið ljósað ofan og sem lendir hérna á augnbotnunum okkar. Og það er líka annað í þessu, það er sem sagt að þessi þú segir hérna svo að það bitni á augnbotnum sem eru mjög viðkvæmu hluti. Sérstaklega fólk eldist. Já. Þá þarf maður ennþá meira til þess að komast í gegn. Maður var vel með augnbotnana.
Já, en við þurfum ennþá meira ljós eftir því sem við eldumst líka. Þannig að það er líka annað þáttur. En við erum líka viðkvæmari fyrir ljósinu. Þannig að það er alls konar, það er svo margir þættir sem spila inn. En nú segi ég bara, ég get alveg eins sofnað í björtu eins og í myrkri, ég bara... Frábært. Já, mér er bara alveg sama. Já, þá ert þú bara einn af þeim sem er, ekki meðviðkvæmur fyrir þessu og það er bara æðislegt og það er alveg sumir sem eru þar en við erum bara svo ólík þetta er bara svona, sumir eru virkilega viðkvæmir fyrir ljósi og aðrir ekki fólk sem er það er svona, hlusta á þetta sem þú ert að segja það að fólk getur hugsanlega bætt líðan sína talsvert mikið með því að fá ráðgjöf eða hlusta aftur á þennan þátt. Já, akkurat, nákvæmlega, já, akkurat. Og í rauninni, þetta líka, hvað er hollt fyrir okkur og gott fyrir okkur og hvað þolum við að hvað finnst okkur allt í lagi. Við getum alveg, ég held ég gæti alveg lifað á að borða bara nammi og ís. Munninum að mér finnst það rosalega gott. Maganum ekki sérstaklega, en ég veit það er rosalega vont fyrir mig, þannig að ég vel mér ekki að gera það. Þetta er alveg eins með ljósið ég veit að það er gott fyrir mig að fá mikið ljós á mótnana og yfir daginn og svo veit ég að ég á að hafa það kósí á kvöldin og svo ég hafa alveg myrkur á nóttunni og þá veit ég að það er best fyrir líkamann minn og þess vegna vel ég mér að gera það þannig að þetta snýst líka bara bara svona hvað við veljum okkur að gera ekki bara hvað við þolum bara svona þetta er eins og þú varst að segja að þú getur sofnað hvar sem er en það er samt betra fyrir líkamann þinn ef þú fylgir þessum tilmælum. Ég er að hlusta á það að segja það er svona að þó ég geti sofnað við peruljós að þá gera meira gagn að ég geri það ekki. Já, akkurat, já, nákvæmlega. Og ég kannski þá sé betur að vakna út kvildari. Akkurat. Er það ekki þannig? Jú, nákvæmlega. Já. En hvað svo, þetta er svo, ég var að hugsa að taka líka mynd að það er nýbyggingar á horni Háaliðsbrautar og Safamýri. Já. Hvað heitir það, miðbæri við Háaliðsbraut og bara hinum með við Safamýrina. Það er að vera að byggja 2 blokkir og önnur, svo sem er nær Háaliðsbrautinni, ég er bara nánast út á Háaliðsbraut. Það er bara gangstéttin. Já, þetta er svolítið trendið með byggingaræti að það vera að nýta alla, bara hvernig einasta fermeter og það er alltaf verið að tróða öllu alveg út í bara jaðar. Það við erum að hafa lítið af svona dvalasvæðum Svo stoppustöð við strætó og ég þekkti mann sem hafði búið við stoppustöð og halveg getur ekki lagað bremsurnar á þessum bíl var alltaf þetta er bremsuborðandi búin og þeir eru á ferðin alveg fram eftir öllu og koma eldsnemma á mótana þannig að það er ekki sniðugt. Nei, þarna kemur hljóðvistin inn. Það er einmitt, það er annar jafn mikla. Í rauninni innivista þættirnir sem við tölum yfirleitt, það er það bara ljós og hljóð og loftgæði og hitastig. Þetta er svona 4 innivista þættirnir. Og til þess að okkur bara líði vel, þá þarf þetta alltaf verið í lagi. Og til dæmis þarna, það sem þú að tala með íbúð þarna alveg út við eitthvað svona stoppstöð, þá erum við með flotta hljóðvistar fræðingas hljóðhönnuði sem að rauninni geta séð til þess að þannig skilur sér góð en það krefst þess að sé tekið tillit til þeirra og líka ef að þau segja að það er ekki hægt að byggja svona nálagt að þá þurfum við líka að hlusta á það af því það er í rauninni nú er ég ekki hljóðvistarfræðingur eða hljóðhönnuður þannig að það eru aðrir sem eru mun fróðar en það heldur en ég. En ég hef bara heyrt að það er verið að gera virkilega erfið skilyrði í dag þegar það er verið að byggja svona alveg út við. En ég er að vinna með mjög flottri konu sem getur reknað þetta allt fyrir því auðvitað vantar.
Þetta skiptir verulega miklu máli og líka þó að sé sko búið að taka út íbúðum hvernig þetta þurfa að vera, trefalt gler eða eitthvað í þá veru. En þá getur fólk aldrei opnað gluggann. Sko. Nei, nákvæmlega, þá kemur Ég bjó við Hringbraut í Reykjavík sko og allt í góðu, en svo ef ég opnaði gluggann sem sneri sko út á götu, þá bara tala hann ekki og veturna sko þegar nagladekkjum komin. Þannig að þetta er kannski alltaf lægi sko ef allt er bara lokað og maður bara opnar aldrei í þess áttina. Já, nákvæmlega. Það er bara, það lífið ekki þannig. Nei, en svo er þetta líka með sko, svo að þau eru farin að velja glerið út til þess að takmarka í rauninni hljóðið. Þá það er svo mikilvægt að horfa ekki bara þann þátt sko, því þessi innýrstu þætti þeir spila allir saman sko. Þannig að þú vilju glerið, það var ekki nóg að spá í bara hljóðið, þú ert líka að spá í hitamyndinu, þú ert með bara eitthvað sem snýr í hássuður og með þessa lágu sól á landinu, þú veist, það hitnar virkilega mikið, þannig að það getur verið að tekið tillit til þess líka í glerinu og svo þarf að passa að komast ljós í gegnum þetta gler líka. Þannig að það að velja gler, það er bara gífurleg ábyrgð upp á innivistina, inni í byggingunum okkar í dag. Sko. Sérstaklega við erum farin að setja okkur í aðstæður sem að við vorum ekkert í. Það var alltaf miklu einfaldara hérna þegar það var ekki svona þéttbyggð og við vorum ekki farin að byggja alveg út í einhverjum umferðargötum. Sko. Þannig að þetta er orðið, þetta kallar á í rauninni meiri sérþekkingu og fagmennsku, en það er ekkert alltaf verið að gera það hérna í Íslandi. Við erum bara í þessu villta vestri og þess vegna þurfum við í rauninni bara, við þurfum að setja kröfur, og líka bara byggingarreglugerð, skipulag, þetta þarf allt að passa upp á okkur og þessi stefna núna sem er, þú veist, bara í rauninni einfalda regluverkið, það þarf að einfalda það með því að gera það skýrara að mínu mati, af því að eins og þetta er gert í dag, þá er í rauninni þannig að það er verið að leita staði að rífa í burtu, þú veist, einhver ákvæði og þá erum við bara komin í virkilega vond mál, af því að við eigum bara alltaf mörg dæmi það, bara eins og við sjáum bara dagsljós á þéttingarreitum. Þegar það er enga kröfur, þá gerum við bara eitthvað. Og það er ekki að því við eigum ekki fagfólk sem langar til að gera vel. Það er bara þrýstingur, þetta kostaði svona mikið og það þarf að byggja svona mikið af þessum reitum og þannig að við verðum bara að passa upp á gæðin okkar með einhverju regluverki, eins leiðilegt og það hljómar kannski, að þurfa að fylgja einhverjum, samtöku iðnaðarins sett út einhverja auglýsingu, hvað er leiðilegt að smíða pipakökuhús, að því maður þurfti að vera passa upp á gluggastærðina, þú veist eitthvað. Já, það getur alveg vel verið að það sé ekkert ógeðslega gaman að þurfa að þræla sér í gegnum byggingarreglugerð sem segir... En þessi leiðilegi pabbi í auglýsingunni, hann veit hvað hann er að segja. Já, af því... Hann er að stakka, Já, þetta er bara þannig að við þurfum að passa upp á okkur og við ætlum að passa upp á heilsun okkar. Af því að bara raunin sýnir það að þegar það er enginn að passa upp á það, þá komum okkur bara í vandræði. Og þú veist, við erum núna bara með rosa mikið af íbúðum sem eru að fara að vera með léleg skilyrði fyrir lífsgæðin okkar. Hvað var það dagsljós? Ætli íbúður sem eru þannig, allir það skipti oftar eigendur að fólk veit ekki út af hverju en það er eitthvað mér líður bara ekki nóg vel. Það bara verður mjög áhugavert að sjá. Nú er HMS farið að fylgjast eitthvað betur með þessu, þannig að mögulega getur það verið eitthvað af gögnunum, ég veit það ekki. En þú veist, ég hef hitt fólk bara sem hefur komið bara máli við mig, þú veist, bara heyrðu, ég keypti mér íbúð og ég bara gerði mér ekki grein fyrir að ég þurfti að spá í hvort það kæmi sól á svalirnar. Svo bara uppgötaði að ég var bara, þú veist, ég gerði bara ráð fyrir að hönnuðirnir væri búin að sjá til þess að ég var að kaupa mér íbúð sem væri nógu góð fyrir mig til þess að bara líða vel þarna inni. Svo er ég bara í myrkri því ég var á annarri hæð, þessi viðkomandi einstaklingur, og það bara kom eiginlega engin dagsbirta inn gluggana hjá mér. Og þetta var eitthvað sem viðkomandi var ekkert meðvitaður að því hann var á þessum tíma árs að kaupa sér íbúðina og svo bjóst hann bara við að þetta yrði dásamlegt yfir sumartíman, en svo bara kom það var ekki að koma, þú veist, og hann er ekki vanur að þurfa að spá í sig, af því að hér áður fyrir þá bara
höfðu í rauninni arkitektar meiri völd til þess að gera vel. Já, og hérna líka, sko, áður var ekki, fyrir kannski 20-30 árum, þá var ekki byggt svona alveg hús í hús. Nei. Það var í rauninni, þú veist, bara, arkitektarnir vissi þetta þá, eða viti þetta alveg í dag. Já. Þetta er bara einhver þrýstingur. Og við ætlum að verða eitthvað meira eins og, þú veist, hinn löndin með því að fara að byggja svona hátt. Við erum bara ekki að gera eitthvað grinn fyrir því hvað afleiðingar það hefur á okkur. Þú veist, að vera að herma svona eftir af því að þú veist, þegar þú ferð sunnar, þá er dásamlegt að komast í skuggan. Þú vilt ekki fá hitan inn gluggan hjá þér, þú veist, inn í íbúðina þína. Þú vilt hafa skjólið inn í íbúðinni fyrir þessu mikla hita sem hérna fyrir utan og svoleiðis. Það gengur ekki að draga þar aðstæður til okkar bara á þess að hugsa sig. Mamma mín og maðurinn hennar, þau fluttu íbúð í Krummahólum sem var fín fyrir þau, sko, bara hentu íbúð og þar sneri þetta sem sagt svalirnar mjög skemmtilega. Það sáu veturnar ljósin í Bláfjöllum og var kósí og fínt, sko. Já. En svo hinum megin, norðan megin, þar voru geymslurnar. Já. Þar voru geymslur. Já. Það sem að þú segir geti verið, sko, norðan klukki getur bara góður. Já, talan ekki með útsýni sem bara áttu þetta hefði í Krummahólum. Já, nákvæmlega. Já. Þar voru geymslurnar. Já, þarna hefur ekki verið tekið til þess greinilega á þeim tíma, en það er svo sannarlega bara glata tækifæri þar, sko. Vonandi hægt að breyta þessum geymslum í eitthvað góðari byggjum. Það er allavega tækifæri. Já. En þetta er búið að vera frúðlegt, og þarft. Já. Ég vona bara að fólk hlusti athygli á þetta. Já, ég vona það líka. Ég vona bara að sem flestir Íslendingar fáið góða dagsbirtuskilyrði inn í íbúðirnar sínar. Og við hættum að fara að byggja svona ofþétt og í rauninni þannig að við séum ekki taka tillit til þess dagsljós sem að komast inn í byggingarnar. Það er svo sannlega þörf að því fyrir heilsuna okkar. Góða byrt á daginn og dimmt á nóttinni. Já. Ásta Lóðadóttir, þakka kærlega fyrir. Takk kærlega. Og ykkur fyrir að vera með okkur, en Rauða borðið heldur áfram eftir augnablik. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.